hinni klassísku röð nýjar rannsóknir í fornleifafræði sem við höfum staðið að hérna félag íslenskra fornleifafræðinga og Mósbraut í fornleifafræði árum saman og eins og þið vonandi eru flestum að koma það þá hér spennandi röð fyrirlestrar framöndan og fyrst til að ríða á maður Snædís Sunna Þorláksíus sem ætlar að segja okkur frá fornvistfræði Selja í Svarfaðardal. Gjörðu svo vel. Takk. Já, ég fornleifafræðingur, ég með bachelor og master í fornleifafræði og svo núna komin yfir í doktorsnám í landfræði og ég einbeita mér að fornvistfræði og já, ég held að þurfum bara að dempa okkur í þetta. Ég ætla bara að byrja á svona, fara aðeins yfir skipulagið, hverju þeir að búast við. Fyrst að vera verkefni sjálft sem að doktorsverkefni mitt hluti af og markmið og rannsóknarspurningar og svoleiðis. Svo förum við aðeins yfir í umhverfisbreytingar sem hafa átt sér stað á Íslandi. Svo kíkjum við aðeins á seljabúskapinn sjálfan, rannsóknarsvæðið sem við tökum fyrir í dag, aðferðirnar, niðurstöður og svo endum við á umræðum og samantekt og í heimildirnar alveg í lokin svo. Þetta sem sagt hluti af seljaverkefninu eða þróun seljabúskapar á Íslandi 800 til 1800 sem var styrkt af Rannís árið 2022 og verkefninu var skipt í svona 3 hluta. Fyrsti hlutin svona með fókus á sagnfræðina, annar hlutin með fókus á fornleifarnar og þriðji hlutin með fókus á umhverfið. Og ég sem sagt í þeim hluta. Og rannsóknarsvæði verkefnisins eru sem sagt Eyjafjörður fyrir norðan og svo suðvesturhornið á landinu. Og hér eru dæmi greinar og skýrslur sem eru nú þegar komnar út í tengslum við þetta verkefni og það meira á leiðinni auðvitað. Og svo þarna neðst vefsíðan transice.hi.is þar sem eru fleiri upplýsingar og allt sem hefur verið birt í tengslum við þetta. En ef við kíkjum aðeins á markmiðin í mínu verkefni að þá ég með nokkrar rannsóknarspurningar sem að fjalla allar umhverfið í kringum selinn. Hvernig umhverfið var áður en að mannfólki kom og dýrin með auðvitað. Hvenær beitin hófst, hvernig selin voru starfrækt með tilliti til búfjár og landnýtingar og svoleiðis. Svo hvort að starfsemi selina sé samfelld eða hvort að sé einhver hlé eða rof í starfseminni og hvort að þau þá mögulega tengist einhvers konar breytingum, efnahagslegum, samfélagslegum eða vistfræðilegum breytingum. Og svo hvaða áhrif beitin hafði svo á vistkerfin sem að selin voru staðsett í. Og ef við kíkjum bara aðeins á þær umhverfisbreytingar sem hafa átt sér stað á Íslandi, að þá hafa verið gerðar nokkrar svona áætlanir á því hversu stór hluti landsins var þakinn skógi mögulega við landnám. Og þær áætlanir hafa verið svona á bilinu 8 til 24%, svolítið stórt bil, en við sjáum samt strax að árið 2000 að þá einungis 1% af landinu þakið skógi. Þannig að það mikið búið að gerast þarna á þessum tíma frá því að fólk kom til landsins. Og það eru margar mögulegar ástæður fyrir þessu, meðal annars beit, búfjár, eyðing skóga, þá annaðhvort til þess að ryðja skóglendi til þess að fá aukið ræktarland eða til þess að gera kol eða nýta viðinn, eitthvað svoleiðis, eldgos og gjóskufall sem að fylgir þeim, kólnandi veðurfar og svo mögulega bara allt ofantalið að það hafi allt haft áhrif á sinn hátt. En ef við kíkjum þá aðeins á seljabúskapinn sjálfan, hann í grunninn bara flutningur á skepnum frá bæjum til Selja yfir sumartímann. Og selin eru vanalega staðsett í úthögum inn til lands eða upp til fjalla og þetta var gert til þess að hlífa túnum frá beit og framleiða vetrarfóður þar og svo til þess að nýta úthagan líka betur til beitar. Og starfsemi sem getur mögulega hafa farið fram í Seljónum, líklega mjólkurafurðavinnsla allavega og svo eru vísbendingar mögulega skartgripagerð og fuglaveiðar líka sem að hafa komið í ljós við uppgröftinn á Pálstóftum sem ég mun akkurat aðeins snerta á eftir. Og já, þetta ekki sérstaklega skýrt á þessum skjávarpa en það þessi tóftir hér og þetta Sogasel í landi Krýsuvíkur. Ég ekki að fara að tala þetta í dag en þetta bara svo flott staðsetning á seli. Já.
Það er oft erfitt að aðgreina selinn frá bara venjulegum bæjartóftum, en það er oft sel í örnefnum eins og við örugglega kunnumst flest við. En það þýðir samt ekki endilega að bæjarnir hafi ekki mögulega verið, það hafi ekki verið búið þar allt árið í kring, annaðhvort áður eða eftir að það hefur verið notað sem sel. En miðað við svona rannsóknir sem hafa verið gerðar, að þá eru seljarústir yfirleitt 1 til 2 mannvirki með 3 til 4 rýmum og þau eru yfirleitt í nokkra kílómetra fjarlægð frá bæ. En svo eru undantekningar til dæmis stærri bæi sem eru þá með sel fjær bæ, bæði bara því þau áttu stærra land, en líka bara til þess að eigna sér landsvæði og bara planta seli þarna og segja bara þetta er mitt. En Pálstóftir einmitt sem að fundust þegar að það var verið að undirbúa Kárahnjúkavirkjun og tóftirnar eru núna undir lóninu sem er þar. En þær voru grafnar upp og þær eru í 15 km fjarlægð frá næsta byggðabóli, þannig að það er mjög langt að fara. En seljabúskap lauk 1900 en hann hafi verið í hnignun í nokkrar aldir fyrir það og það eru meira að segja dæmi sel eins og við Pálstóftum sem fóru í eyði miklu fyrr. En það eru margar mögulegar ástæður sem komið til greina fyrir því af hverju þetta var. Meðal annars kólnandi veðurfar, breytt landnotkun og bara breyttar áherslur í landbúnaði almennt og líka fólksfækkun vegna plága og fleiri mögulegar ástæður en við munum akkurat snerta þessum með plágurnar á eftir. Og hér er mynd af Helguseli við Helgufoss. Hérna eru seltóftirnar og þarna er fossinn. Mjög fallegt svæði. Ég mun einnig fjalla það vonandi seinna því ég á eftir að gera rannsóknir þar. En í dag ætlum við að einbeita okkur að Svarfaðardal. Þarna er Svarfaðardalur og þessi 2 bæir sem eru til umræðu í dag, Sakka og Stóru Hámundastaðir. Og ef við kíkjum aðeins nær, að þá sjáum við þarna selinn sem tilheyrir þessum bæjum. Það er sem sagt Sakka og Sökkusel sem tilheyrir Sökku og svo eru Stóru Hámundastaðir og Selhjalli sem tilheyrir þeim. Og þetta kort sýnir nútíma vistgerðir á svæðinu og við sjáum skýrt þarna að þetta er aðalega mólendi sem er hérna í kílómeters radíus frá þessum seljum, en eitthvað graslendi og votlendi líka og svo reyndar hjá Selhjalla er líka skógrækt og tún. En já. Ef við kíkjum aðeins á fornleifafræðilega hlutann að þá sem sagt er hérna kort af Sökkuseli og þetta gula eru sem sagt tóftirnar sjálfar og þetta rauða er könnunarskurður sem var gerður í tóft og bláu punktarnir eru sýnatökustaðir. En Sökkusel einmitt tilheyrir Sökku og er í 1600 metra fjarlægð frá bænum í 180 metra hæð yfir sjávarmáli og elsta heimild fyrir þessu seli er 20. aldar örnefnaskrá. Það er ekkert eldra til það. Ef við kíkjum aðeins á þá drónamynd af þessu, að þá eru tóftirnar hér og hérna er sýnatökustaðurinn. Já, og niðurstöður fornleifarannsóknarinnar þarna voru að mannvirkið hafi verið reist eftir 1300 en farið í eyði yfirgefið fyrir 1766. Og þetta er hægt að sjá út frá því að það var gjóskulag frá Heklu frá árinu 1300 sem lá undir rústunum og gjóskulag frá 1766 einnig úr Heklu lá yfir þeim. Og ef við kíkjum þá á hitt selið, Selhjalla, þá er sams konar kort hér, en Selhjalli tilheyrði Stóru Hámundarstöðum og var í 1200 metra fjarlægð, var í 1200 metra fjarlægð frá bæ og í 100 metra hæð yfir sjávarmáli. Og það er einnig bara elsta heimild 20. aldar örnefnaskrá. Já. Og ef við sjáum drónamyndina hér, að þá eru tóftirnar hér og sýnatökustaðurinn hér. Og ég ætla að benda á að það er eins og hálfgerður farvegur af votlendi hérna sem við komum að á eftir. En niðurstöður fornleifarannsóknarinnar þar voru aðeins öðruvísi, en sem sagt í prufuskurðinum komu sömu niðurstöður í ljós að það hafi verið reist eftir 1300 og yfirgefið fyrir 1766.
En í borkjörnum sem voru líka gerðir, að þar fannst í sumum þeirra mannvist fyrir 1300. Og þetta þá gefur til kynna að það hafi verið einhverjir hlutar minjana í notkun fyrir 1300 og annað eftir 1300. Og svo Dalvík hérna í bakgrunni fyrir þá sem að reyna að átta sig á staðsetningunni. Já, vindum okkur aðeins í aðferðirnar. Við sem sagt tökum mósúlu, eða svona, já, borkjarna úr mólendi og tökum með okkur inn á rannsóknarstofu. Og hérna mynd af svoleiðis, að búið að skera í tvennt. Og við gerum meðal annars svona XRF efnagreiningu, þar sem að við fáum efnasamsetningu jarðvegsins í ljós, og svo líka gert svona segulviðnám, og þar getum við oft greint til dæmis gjóskulögin sem að við sjáum ekki með berum augum. Og svo gerum við mælingar á lífrænu innihaldi með því að nota glæðitap, eða þá setjum við sýnin inn í ofn, brennum allt lífræna innihaldið út og þá erum við komið með hlutfallið á lífrænu á móti ólífrænu innihaldi. Og þetta segir okkur til rof í jarðveginum. Og svo ef við kíkjum á aldursgreiningarnar, að þá erum við aðalega að styðja okkur við þessi gjóskulög sem eru nú þegar aðeins búin að koma fyrir sögu. Og efnasamsetning þeirra er greind í örgreini sem er á Jarðvísindastofnun hérna í Öskju. Og þar fáum við, já, efnasamsetningu gjóskunnar og getum þannig fundið út úr hvaða eldstöð hún er. Svo notum við líka aðeins kolefnisaldursgreiningar, og það var ETH í Sviss sem að gera það fyrir okkur. Og það eru greiningar á plöntuleifum sem að fundust í mókjörnunum. Og svo út frá þessu er síðan hægt að gera aldursdýftarlíkan, þar sem er hægt að sjá hvernig jarðvegsuppsöfnunin hefur átt sér stað, og við sjáum það eftir smá. Og já, hérna er mynd af, þetta eru gjóskulög eftir að búið að skola þau úr jarðveginum og þau sjáu hvað þau eru ólíka á litin eftir hvort þau eru basísk eða súr og svoleiðis. Já, svo er það frjókornagreiningin. Við tókum 31 sýni frá hvorum stað og undirbúningur á þeim fylgdi bara svona stöðluðum viðurkenndum aðferðum sem er mjög flókið efnafræðilegt ferli. Og svo fáum við út úr því bara svona pínulítinn vökva með fullt af frjókornum í og silikagel er þarna í botninum á túpunni. Við blöndum því saman, setjum á svona gler og svo undir smásjá. Og þar getum við séð frjókornin í gegnum smásjána og við teljum að minnsta kosti 300 frjókorn í hverju sýni. Og svo notum við bæði samanburðarsafn frá Náttúrufræðistofnun Íslands og handbækur til að hjálpa okkur við greiningarnar. Og svo gerum við tölfræði í lokin á þessum gögnum sem við erum komið með. Klasagreining, hún er notuð til þess að hjálpa okkur að skipta gagnasettinu niður í tímabil, út frá því hver gróður samsetningin er. Og svo þynningargreining einnig, eða rarefaction analysis, en það er til þess að finna út tegundafjölbreytni. Og svo frumþáttagreining, eða principal component analysis, sem er notuð til þess að finna líkindi og tengsl á milli sýna út frá þeim tegundum sem eru í þeim. Og við sjáum útkomur þessa alls eftir smá. Við byrjum bara á aldursdýftarlíkönunum, að þá þarna vinstra megin erum við með sökkusel og við sjáum þar sem að gjóskulögin eru merkt og svo kolefnisaldursgreiningarnar líka. Og í sökkuseli sjáum við að það eykst jarðvegsuppsöfnun, þannig að það sem örvarnir eru, annars vegar upp úr landnámi sem er merkt þarna landnámslagið LTL 877. Og svo jafnar það sig aðeins aftur og svo eykst hún aftur upp úr 1766 eftir Heklugosið þá. Og þetta bendir til þess að þessi auki rof á þessum tímabilum. En í Selhjalla er bara eiginlega sami halli á þessu alltaf, þannig að það virðist bara vera mjög svipuð uppsöfnun allan tíman. En ég ætla líka að benda á að það er mjög misdjúpir þessi kjarnar, það er 50 cm dýpi á sökkuseli, en við fórum alveg niður í 80 cm á Selhjalla, en það er samt mikill munur á hversu langt við fórum aftur í tíma. Þú veist, hérna erum við komin 500 fyrir Krist, en hér erum við ennþá bara í 500 eftir Krist. En þetta skýrist bara af því hvar þessir sýnatökustæðir eru í landslaginu.
En já, út frá þessum svo frjókornagögnum að þá skiptum við þessu niður í svona 4 tímabil. Og fyrsta tímabilið sem 1 þá elst og svo 4 þá yngst. Og við skiptum þeim út frá þá samsetningu á þeim plöntum sem við finnum í frjókornagögnunum og hvaða tegundir eru ríkjandi og hverjir eru að hopa eða breiðast út. Og ef við kíkjum bara á frjókornagögnin sjálf, þá ætla ég bara að byrja aðeins á að útskýra þetta graf. Við erum sem sagt með hérna aldurinn og dýptin sem sagt hér, dýptin hérna í sentimetrum og þetta eru sem sagt gjóskulögin sem við erum með og þetta sem sagt aldurinn á þeim. Svo erum við hérna með prósentutölur fyrir sem sagt hverja og eina tegund eða hóp af plöntum. Og já, þetta sýnir það bara hversu há prósenta var í hverju sýni. Og já, svo hér það sem merkt palynological richness, það sem sagt hérna tegunda fjölbreytnin. Og svo sjáum við þetta skipt hérna í 4 tímabil og þetta hér, kónis, þetta sem sagt svona skyldleika tré eða þessi klasagreining, cluster analysis, sem hjálpa okkur að skipta þessu niður í þessi 4 tímabil. En já, ef við einbeitum okkur þá að þessu fyrsta tímabili hér, að þá allt svona nokkuð stöðugt, þannig séð, það eitthvað af grösum hér og gleymd að nefna, það sem grænt, það það sem þolir illa beit og það sem rautt það sem þolir beit betur. Ok. Já, og hérna við sjáum þá að það eru starir og grös hérna og það birki hér og víðir. En svo ef við kíkjum á næsta tímabil að þá kemur allt í einu rosalega mikil aukning í víði þarna. Og á meðan hopa flestir aðrir hópar eins og grösin og starirnar. En ef við kíkjum svo á þriðja tímabilið að þá allt í einu komin mikil aukning í grösum og störum og birkið komið alveg niður í lágmark hér og það sem við sjáum hér að hvannir þær hverfa. Og þetta einmitt vísbending beit af því að kindum finnast hvannir gómsætar en þær þola ekki vel beitina og hverfa bara á þeim svæðum þar sem kindur hafa verið. En á síðasta tímabilinu að þá allt í einu kemur birkið aftur inn en ég ætla að nefna það að þetta sem sagt bæði þá birkitré og fjalldrapi sem undir þessum tölum hér. En við munum fara nánar út í það á eftir að þetta fjalldrapi aðalega sem að koma þarna í lokin á síðustu öldum. Og hann greinilega bara tekur yfir og flest annað komið bara í mjög lágar tölur. En ef við kíkjum þá á selhjalla, að þá þetta bara samskonar graf og það svona einmitt nokkuð svona stöðugt ástand í gangi hér. Það grös og starir, birki og víðir. Svo ef við kíkjum á næsta, að þá erum við allt í einu komið með rosalega topp í grösum og allt annað eiginlega bara komið í sko 0 nánast. Þau bara taka yfir þarna. Og við erum einmitt með kenningar það líka sem ég fer út í á eftir. Á þriðja tímabilinu að þá jafnast þetta aðeins aftur út, grösin og starirnar jafnast út og birki kemur aðeins tilbaka og víðirinn. Og svo í síðasta tímabilinu að þá kemur birkið aftur tilbaka betur og lyngið kemur sterkt inn þarna. En við sjáum að hvannirnar hér hverfa alveg bara strax leið og við sjáum einhver áhrif mannsins. Ef við kíkjum aðeins á stærðina á birkifrjókornunum, að því ég var að tala þetta með birki og fjalldrapa. Frjókorn birkis aðeins stærri heldur en frjókorn fjalldrapa en annars þau alveg eins. En ef við kíkjum á stærðina hér að þá sjáum við í sökkuseli að í elstu sýnunum að þá meðalstærðin 22 til 23 mikrometrar en þegar hún komin síðan í yngsta tímabilið að þá það bara 18-19. Þannig að það greinileg breyting þarna að virkið hefur farið og í staðinn kemur fjalldrapinn inn. En á Selhjalla að þá sjáum við ekki þessa breytingu. Þetta svona frekar jafnt þar og
það var líka svo lítið af birki í sumum af sýnunum að vera með ekki með kannski nú stórt úrtakt til þess að geta fengið einhverjar almennilegar breytingar í ljós. En þannig getum við séð að þetta aðalega fjalldrapin sem að koma inn þarna í lokin. Ef við kíkjum þá aðeins á frumþáttagreininguna, eða Principal Component Analysis, að þá ætla ég bara að byrja að útskýra punktarnir eru sýnin og þau eru í mismunandi lögun og lit eftir í hvaða tímabili þau eru að koma. Og svo eru örvarnar tegundir plantna. Og það sem við sjáum hér er að í sökkuseli að þá safnast fyrir hægra megin sýni bæði úr fyrsta og öðru tímabili. Þau eru öll saman hægra megin á meðan þau sem eru frá 3. og 4. tímabili eru öll vinstra megin. En í Selhjalla að þá er það eiginlega bara fyrsta tímabilið sem safnast saman þarna vinstra megin og öll hin 3 hægra megin. Og það sem þetta er að sýna okkur er munurinn á gróðurfari fyrir og eftir beit. Sem sagt, í sökkuseli að þar sjáum við vísbendingar beit í 3. tímabili, þannig að þá sjáum við fyrsta og annað sameinast öðru megin sem þá fyrir beit og svo eftir beit hinum megin. En í Selhjalla þá sjáum við strax áhrif beitar í öðru tímabili. Þannig að þá er það bara fyrsta sem safnast þarna saman í fyrir beit og svo öll hin eftir beit. Og þetta er bara svona notað til að hjálpa okkur að sjá munin skýrar og hjálpa okkur að skipta svo niður í svona tímabil. Ef við kíkjum aðeins á jarðlögin að þá eru þetta efnagreiningar hér á jarðveginum og topparnir sem við sjáum flestir eru bara út frá gjóskulögunum sem eru einmitt þarna lengst til vinstri. En ef við kíkjum á lífræna innihaldið í jarðveginum að þá sjáum við að það er frekar hátt hlutfall hérna alveg fram að það bil landnámi þarna, LTL 877. Það er svona aðeins byrjað að koma einhver dýfa hér, en svo eftir landnáma þá bara hrynur þetta niður og er eiginlega bara að minnka með svona toppum og dýfum þangað til bara á síðustu nokkrum öldum. Og þetta bendir til þess að hér séum við að sjá aukið jarðvegsrof og þá líklega af mannavöldum miðað við tímasetninguna. Og þessi aukning sem er í lokin að hún þýðir ekki endilega að það sé að aukast svona mikið lífræna innihaldið, heldur getur það líka verið að hafa áhrif að þetta eru yngstu jarðlögin sem eru efst og þau hafa ekki haft einhvern tíma til að brotna niður og þess vegna sýnast að vera með meira lífrænt innihald heldur en þeir mögulega myndu vera í samanburði við hinn. En ef við kíkjum á Selhjalla að þá er þetta aðeins öðruvísi af því að þar byrjar lífræna innihaldið bara frekar lágt og svo er það hægt og rólega að aukast með svona dýfum inn á milli og svo er það hæst þarna alveg í lokin. Og við erum einmitt með hugmyndir af hverju þetta er. Þetta er frekar óvenjulegt af því að vanalega sjáum við lífræna innihaldið minnka eins og í sökkuseli eftir að manneskjan er komin á sjónarsviðið. En ef við tökum þetta aðeins saman og berum þá saman þessa 2 staði að þá sýnist okkur að fyrir landnám að þá er opinn birkiskógur á báðum stöðum sem samanstendur bæði af birki og fjalldrapa og þar er fjölbreyttur botngróður og mikill tegundafjölbreytileiki. En það er einmitt það sem við sáum, já, ég eiginlega gleymdi að benda það, en ég skal benda það núna, þetta hérna, að hann er hærri hér og svo minnkar hann. Og þetta segir okkur að það eru fleiri tegundir þarna fyrir landnám og svo fækkar þeim eftir landnám. En svo eru hvannir þarna líka sem er einmitt þess eins og ég búin að nefna sýnir okkur að það á sér stað beit þarna þegar hvannirnar hverfa. Í sökkuseli að þá er einmitt þetta háa lífræna innihald áður en að maðurinn mætir svæðið en í Selhjalla er það lágt og óstöðugt. Og svo ef við kíkjum þá á annað tímabilið að þá er svolítið munur á þessum 2 stöðum af því að í sökkuseli að þá kemur þessi skarpa útbreiðsla víðikjars. Og það sem við haldum að sé í gangi þar er að mannfólkið kemur og heggur niður allt birkið
mögulega til þess að búa til beitarland en líka bara til kolagerðar og mögulega bara sem efnivið líka og birkið miklu hentugara í þetta heldur en víðirinn og þess vegna hefur þá víðirinn fengið bara tækifæri til að breiðast út af því að hann ekki lengur í neinni samkeppni við birkið og það höldum við að sé ástæðan fyrir að það kemur allt í einu svona mikil aukning í víði og svo líka, já, lífræna innihaldið einmitt hrynur eins og ég er búin að nefna. Já, og það bendir einmitt til aukins jarðvegsrofs sem að hefst þarna akkurat þegar maðurinn kemur. En í Selhjalla þá aðeins annað að gerast, að þá kemur þessi mikla útbreiðsla graslendis. Og þetta það sem að svona talið hinn hefðbundna afleiðing beitar að grasið að dreifa úr sér, hvannirnar hverfa og þetta gæti verið mögulega vísbending að þarna sé seljabúskapurinn strax að hefjast. En það sem að við vorum líka að pæla í að það gæti mögulega verið að þeir hafi bara verið að framræsa mýrina þarna og reyna að búa til ræktarland og þess vegna sé svona skörp breytingarna allt í einu. En já, lífræna innihaldið að aukast þarna og við höldum að það gæti verið út af breytingu í vatnafari mýrarinnar og eins og ég benti áðan á drónamyndinni að þá þetta eins og svona farvegur af votlendi og hann gæti verið búinn að breytast oft og mörgum sinnum í gegnum tíðina og hann hefur áhrif þá á vatnafarið og svo á lífræna innihaldið í mýrinni sjálfri. Ef við kíkjum á þriðja tímabilið að þá bæði svona gras og votlendi ríkjandi á báðum stöðum. Þau breiðast út í Sökkuseli eftir þessa aukningu í víðinum. En á meðan þá birkið alveg í lágmarki og hvannirnar hverfa og þá mögulegt að þetta sé einmitt vísbending upphaf seljabúskapar í Sökkuseli, þá 1050, aðeins seinna heldur en í Selhjalla sem var 900. En þetta samt 250 árum áður en fornleifafræðin segir okkur að mannvirkin hafi verið reist. Sem áhugavert, en þetta ekki fyrsta skipti sem að þetta hefur komið fram í frjókornagögnum. Það alltaf möguleiki á að annaðhvort hafi bara landið verið notað sem beitarland áður en að selið var formlega stofnað eða líka að það séu kannski einhver eldri mannvirki sem við veitum ekki af sem að hafa það tilhært því tímabili. En í Selhjalla að þá gras og votlendið að jafnast út eftir þessa miklu sprengingu í grasinu og birkir og víðir aukast örlítið og þetta vísbending að það sé ennþá beit í gangi en það sé mögulega aðeins minnka beitarálag heldur en áður þegar grasið var svona ótrúlega ráðandi. Og á síðasta tímabilinu að þá mólendi að breiðast út á báðum stöðum. Í Sökkuseli það aðallega fjalldrapinn eins og við erum búin að nefna og við teljum að þetta gæti verið viðbragð við endalokum seljabúskapar og þetta sé þá munurinn á því að það var stýrð beit í gangi og svo allt í einu óstýrð beit og þá nær mólendið að ryðja sér til rúms. En í Selhjalla að þá þessi breyting að gerast miklu fyrr. Eins og ég sagði í Sökkuseli það ekki fyrr en 1850 en í Selhjalla það að gerast upp úr 1400. Og út af þessari tímasetningu að þá fórum við að velta fyrir okkur hvort að þetta minnkaða beitarálag sem við sjáum þarna í gögnunum geti þá verið afleiðing svartadauða og að það hafi verið svo mikil fólksfækkun. Við vitum að 40 af 70 bæjum í Svarfaðardal fóru í eyði út af svartadauða og þannig að það geti verið að það bara færra fólk og þá þarf ekki jafn mikið af fé en líka bara að það ekki nógu mikið fólk til að fara með féð upp í sel eða eitthvað svoleiðis. Líka það að það svo margir bæir þá sem eru yfirgefnir og þá bara hægt að sleppa kindunum á beit þangað. En allavega þetta svona það sem okkur grunar og þetta hefur sést í mörgum frjókornagögnum annars staðar bæði á Íslandi og erlendis að það eins og gróðurinn nái svona eins að jafna sig þegar fólkinu fækkar. Og ef við tökum þetta aðeins saman að þá sem sagt var stöðugur opinn birkiskógur á báðum stöðum fyrir landnám og beitin hófst 900 í Selhjalla en 1050 í Sökkuseli.
og þær breytingar á landnýtingu sem við sjáum í gögnunum eru þær að í Sökkuseli þá virðist einmitt birkið hafa verið nýtt en víðinum hlíft og hann hefur þá náð að breiða úr sér á meðan. En annars konar landnýting sjáanleg í Selfjallagögnunum en það þetta minnkaða beitarálag á milli 1000 og 1400 sem að gefa til kynna að það séu kannski einhverjar breyttar áherslur í landbúnaði. Og við sjáum að það samfelld starfsemi í Seljunum en það má svo sem segja að þessi mólendismyndun í Selfjalla upp úr 1400 sem gæti verið þá afleiðing fólksfækkunar að það sé svona breyting sem við sjáum út frá félagslegum aðstæðum eða lýðfræðilegum kannski. Og svo á meðan á seljabúskapnum stóð að þá varð bara sá trjágróður sem var til staðar fyrir og eftir að seljabúskapnum lauk að þá ruddi mólendið sér til rúms og það þar enn í dag. Og aðeins varðandi bara framhaldið, ég stefni á að birta grein þetta selin í Sólvadal í tímaritinu Vegetation History and Archaeobotany, vonandi bara í vor. Og svo erum við líka við bæði í Seljaverkefninu og í Tvídæluverkefninu sem fjallar Svarfaðardal og Hörgárdal erum að vinna í grein Sökku, þá bæði bæinn og selið af því að við erum með fornleifafræðileg, sagnfræðileg og fornvistfræðileg gögn frá báðu, þannig að það verður gaman að sjá samanburð á því. Og svo mun ég gera samskonar rannsókn bæði í Mosfellsdal og í Borgarfirði og svo bera saman mismunandi svæði og mismunandi landshluta. Og já, það eiginlega bara markmiðið með verkefninu mínu. Þannig ég segi bara takk fyrir mig og þá bara opið fyrir spurningar. Bara með lögin? Af því þau finnast þarna og þau eru skýr. Engin önnur? Það eru einhver önnur en þau voru eldri aðalega, já. Það ekki 15.000, ekki við það? Var það? Það þarna á svæðinu, sko, Já. það var þessi tími. Það var allavega, nei, ég held ekki í þessum sýnum, sko. Landnámskjöskan ekki? Nei, einmitt. Já, landnámskjöskan ekki úr Heklu. Hún við vatna. Já. Herjó, þetta glæsilegt, mjög flott. Þú ert með svona unique bakgrunn, það sem þú myndið borgarfræði, tekur sem raunvísindafræði,